Sæl öll sömul, bæði þið sem eru hérna saman komin og þið sem heima sitjið. Verið hjartalega velkomin til þessa útgáfu hófs Bjarna Karlssonar. Bati frá tilgangsleysi. Ég heiti Berglind Halla og tengdadóttir Bjarna og leikkona og ég nýt þess heiðurs að hefja þessu stund með upplestri úr bókinni. MeToo og sumarhúsa heilkennið. Hefðbundin gagnkynhneigð hjónavígsla hefst á lítilli Valdasenu. Hann stendur uppi við altarið við hlið prests og svaramanns. Hún leidd inn af eldri kalli en líkt og barn. Það sem maðurinn leitar að finnur hann í glyrnum hundsins, skrifaði Nóbelsskáldið. Samfélag við hunda núllstillandi á sama hátt og innganga brúðarinnar undir orgelfossi. Allt sem okkur finnst efnisheiminn á við konuna. Að því leyti sem heimurinn hráefni handa manninum, þá konan það líka. Að því leyti sem þarf að hemja náttúruna þarf jafnframt að hemja konuna. Að því leyti sem þarf að verjast náttúrunni með aflsmunum, ryðja henni til, borana í gegn og virkjana, að sama skapi konan meðhöndluð og virkuð. Að því leyti sem við fögnum lífinu, elskum það, dýrkum og dáum, að sama skapi mun konum sem það eru taldar verðskulda, fagnað með ást og aðdáun. Ekkert nýtt undir sólu. Þegar fornleifafræðingar koma niður á skrautmunni vita menn að hér hafi fólk haft það gott. Kvenlíkaminn miðlar heimsmynd og sjálfskilningi hvers samfélags með hreyfingum sínum, klæðaburði og skrauti. Kjör konunnar tjá þau kjör sem við karlar reiknum okkur. Njóttu lífsins með konunni sem þú elskar, alla daga þíns fánýta lífs sem hann hefur gefið þér undir sólinni. Alla þína fánýtu daga því að það hlutdeild þín í lífinu og það sem þú færð fyrir strit þitt sem þú streitist við undir sólinni. Predikarinn 9:9. Í vanvirku samskiptaminstri elskum við með því að meiða. Við útvistum andstyggðinni og skömminni inn í aðra líkama, hvort sem það eru menn, dýr eða aðrir þættir náttúrunnar. BDSM-menningin hundheiðarleg hvað þetta varðar. Þar blygðunarlaust viðurkennd þessi vanvirka hlið mannlífsins eins og hún birtist í kynferðislegum samskiptum. Þar kynþráin lifuð í gegnum sársauka af ýmsu tagi, án alls illvilja og í gagnkvæmri ábyrgð. Alveg eins og við gerum þegar konan upphafin og auðmýkt við hjónavígslur. Hér hefur það verið rakið að einhverju leyti hvernig kristin kirkja hefur verið misnotuð líkt og konan. Eins og Lagarfljót, þar sem það rennur straumþungt en andvana milli bakka sinna, hefur kirkjan verið virkuð. Bandalag kirkjunar við ríkisvaldið og efnahagskerfið, samkomulagið einstaklingshyggju og mannmiðlægni vanheilagt bandalag. Bandalag konunnar við karlinn í karlavaldsmenningunni vanheilagt á sama hátt. Bandalag framandleika. Þeim entist ekki ævin til að refsa hvort öðru, var sagt gömul hjón. Ógeð, ásökun og sektarkennd, samanburður, skömm og lágt sjálfsmat. Sársaukatengslr. En við fædd sem ólæknandi tengslaverur. Kynverur. Við ekki til nema í tengslum. Við afurð tengsla. Barnið fæðist með 30 cm brennivít svo að það geti hort beint í augu móður sinnar á brjósti. Hvítvoðungurinn þarf augnsamband og snertingu á húð. Þetta skynjar hvert foreldri og allir ástvinir sem týna sér í gleðinni yfir því að dúllast í barninu. Líkt og kindin og kýrin, karar, lambið og kálfin, kjáum við framan í krakkan af eðliskvöt, því að lífið knýr okkur áfram. Við aldrei nær því að vera við sjálf en einmitt þegar við á valdi barnsins.
Þess vegna fæddist Guð sem barninn í heiminn. Illa feðraður krakki. Þarna liggur þversögnin, súndrungin, syndin. Við erum ólæknandi tengslaverur, en við elskum með því að meiða. Rétt valdbeiting. Í formála spurði ég, hvað ræður fátækt og farsæld manns og náttúru? Heilbrigt líf í boði? Ég hef nú lýst því hvernig 5 helgisagnir úr sagnaminni mannkyns hafa lyfst fram í vitund minni í mínu áralanga grúski við prestlega sálgæslu, predikun og fræðastörf. Með tilvísunum í 5 túlkunarramma hef ég útskýrt hvernig okkur hættir til að veðja á yfirráð, forðast ábyrgð, trúa á forréttindi hinna fáu og uppskera framandleika í einsemd og kvíða leið og við blygðumst okkar fyrir eigin sérkenni. Vanvirku tilfinningarnar sem þessum tilhneigingum fylgja eru í réttri röð, ógeð, ásökun og sektarkennd, samanburður, skömm og lágt sjálfsmat. Hvers vegna stærsti heilsufars áhættuþáttur kvenna í öllum þekktum samfélögum veraldar ekki sjúkdómar af neinu tagi, heldur ofbeldi í nánum tengslum? Getur verið að það ráði sumarhúsaheilkennið? Getur verið að hugmyndin hina velheppnuðu valdbeitingu hins staka karls komi hér við sögu? Karl sem finnur sig ekki bundinn af neinum lögum og reglum, heldur gerir það sem þarf að gera svo allt sé í lagi. Ég hygg að svo sé. Raunar held ég að hvers kyns fátækt, hvort heldur kynferðisleg, heilsufarsleg, efnahagsleg, félagsleg útilokun á fólki yfir höfuð í hverju sem hún felst, og eins þegar fátæktin snýr að sjálfu vistkerfinu, eigi rætur í hugarfari sumarhúsa, þar sem 1 af 5 burðarásum vandans mardúksminnið. Eitt sinn átti ég samtal við ónefndan sýslumann út á landi vegna ofbeldismáls í byggðarlagi hans umdæmi sem lent hefði á mínu borði sem sóknarprests. Ég reifaði málin við þennan ágæta karl og hann þekkti augljóslega vel til aðstæðna. Svo mælti hann. Þú veist það eins vel og ég, séra minn, að það kemur að þeirri stundu í lífi hvers kallmanns að hann má til að standa á fætur og berja í borðið á sínu heimili. Þarna mardúksminnið í algleymi. Þessi núllstillandi saga stóra bróður sem birtist í afþreyingariðnaði allra alda, rímunum sem Bjartur þuldi jafnt sem línulegri dagskrá RÚV. Hinn óskráðu lög, utan allra laga, leyfi karlsins til að beita aflsmunum til að koma á reglu og jafnvægi. Jafnvægi af þeirri gerð kostar það að allt sem viðkvæmt fer halloka, svo notað sé orðalag Frans páfa. Takk fyrir. Já, nú spurning, heyrist örugglega, þið heyrið, dásamlegt. Núna heyrist. Já. Það nefnilega. Tæknin. Heyrið Bjarni, hjartalega til hamingju með bókina. Takk. Bati frá tilgangsleysi og takk fyrir að bjóða mér að vera hérna með þér í smá spjalli. Ég heiti Hildur Eir og prestur við Akureyrarkirkju og náttúrulega mágkona þín og samstarfskona til margra ára. Fyrsta augnatillit þessarar manneskju var þegar hún var 9 ára gömul. Þegar ég sá systur hennar í fyrsta sinn, þá var það ást við fyrstu sýn. Hennar fyrsta augnatillit var ögrun við fyrstu sýn. En það ekki neitt skaðilegt í samskiptum, allar með bókina. Og nú hún hér að taka mig á beinið. Nei, nefnilega ekki, vegna þess að ég stórhrifin og auðvitað líka þekki margt af því sem þú ert að segja vegna þess að þú hefur talað margt af þessu í gegnum árin og það það sem auðvitað frábært við að fá alla þessa þankaðina í eina bók að maður veit að þú ert búin að hugsa þetta svo lengi og fara í gegnum þetta svo lengi og það bæði svo mikil
mikill lestur en líka bara svo ofboðslega mikil lífsreynsla og starfsreynsla að baki þessari bók. Og takk fyrir að taka mann í gegn sem lesanda á þess að skamma mann. Það nefnilega ótrúleg kunst, en það væri rosalega skrítið ef þú værir að skamma mann í þessari bók því að þú svo mikið að tala auðvitað tæringu skammarinnar í mannfélaginu og samfélaginu og og mikilvægi þess að við séum heiðarleg þegar við skoðum okkur og samskipti okkar og heiðarleiki á ekki skylt við skömmina. En eitt sem langar svona upphafi til að tala það sumarhúsa heilkenni, það sjálfstætt fólk sem dæmisagan sem þú notar í bókinni, bara svona rétt eins og Jesús notar dæmisögu til að kenna í Biblíunni, þá ákveður þú að taka þessa sögu, sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness sem öll þjóðin þekkir og nota sem svona vinnutæki, ef ég má orða það ekki gott orð, til þess að útskýra pælingar þinnar. Og þá rifjaðist upp fyrir mig viðtal sem ég sá einhvern tímann við Halldór Laxness. Það var svart-hvítt sjónvarpsefni, það var svo gamalt og það var málsmetandi bókmyndafræðingur sem var að taka við viðtal og hann var búinn að láta gamminn geisa því að hann var náttúrulega líka svo uppveðraður að ég var að tala við Nóbelskáldið nýútkomna bók skáldsins og bar fyrir sig alls konar bókmenntalegum, fræðilegum orðum og hugtökum og svo loksins spurðan skáldið eitthvað út í bókina. Og Laxness var bara búinn að hlusta og svo sagði hann, ég veit ekki hvað ég á að segja, þú bókmyndafræðingur, þú veist þetta betur. En málið nefnilega það að þú ekki bókmyndafræðingur og þú ekki að reyna að vera það með því að vísa í sjálfstætt fólk og nota það. Þú að fá það lánað vegna þess að þar endurspeglast svo margt af því sem þú þarft að koma til skila varðandi vanvirk tengsl, varðandi skömmina, varðandi hvað það vont að reisa sjálfsmynd sína og gildi á ytri veruleika og hvað mikilvægt að styrkja sinn innri veruleika og allar þessar pælingar að fá lánaðar úr sjálfstæðu fólki til þess að setja í samhengi og líka bara vegna þess að þá bara skemmtilega að lesa þetta. Og svo maður líka bara svo undrandi, einhvern tímann hafði ég lesið sjálfstætt fólk, fyrir minni ævi og skilið hann einhverjum skilningi og svo fer ég að pæla í vanvirkum tengslum og öllu þessu sem tengist sálgæslu og vinna með fólki og byrja að starfa sem prestur og svo allt í einu byrjar þetta byrjar allt í einu einhvern veginn að möndlast saman, að byrja að skapast einhver sniðmengi milli sálgæslurennslunar og þessara bókmennta og sérstaklega skrifa Halldórs Laxness og ég byrjaði allt í einu að átta mig á því að það byrjaði að brenna svo á mér, hvaðan kemur þetta skelfilega ofbeldi? Af hverju það þannig að það jaðrar við að vera fremur regla heldur en undantekning að fólk og alveg sérstaklega konur en mjög margir karlar líka bara lifa inn í umhverfi þar sem það kemur út í lífið meira og minna skaðað af fjandans yfirgangi. Og svo, þá fór ég alltaf inn að hugsa, heyrðu, þetta alveg sama uppnámið og verður í taugakerfinu þegar maður að lesa sjálfstætt fólk. Maður þolar ekki þessar bókmenntir, maður verður brjálaður, ég veit svo marga sem hafa hent frá sér þessari bók, af því hún ógeðsleg. Getur þú tekið stuttdæmi það, hvernig Bjartur í sumarhúsum byggir samskipti sín, sjálfsmynd sína og bara persónu á ytri veruleika en ekki innri veruleika og á hvernig það skaðlegt af hans hálfu. Hvað það? Ég meina auðvitað kindurnar. Kindurnar eru hans virði. Já, það eru hans stóra virði. Þegar það til dæmis mjög fyndið, það allt sem allir Bjartur í sumarhúsum vegna þess að hann sér ekki hann hefur ekkert perspektíf á sjálfan sig, hann sér ekki sjálfan sig utanfrá, hann bara fastur í sér og hann á ekkert innra virði, hann á bara ytra virði, hann á bara kindurnar sínar og fyrsta ræðan sem hann heldur í gjörvöldu verkinu náttúrulega til títlu sem
á hverjum tíma, heitir alltaf Títla og það eru 4 tíkur í beinan kvenlegg sem fylgja honum út í gegnum alla bókina og eru hans nánustu aðstandendur. Það alltaf tíkin, Lúsug og Horuð, sem hans nánasti aðstandandi. Það sem maðurinn leitar að, finnur hann, það sem hundurinn leitar að, finnur hann hjá manninum, hún las það áðan. Það sem maðurinn leitar að, finnur hann í glyrnum hundsins. Og svo hann að fara að reisa bæinn og þá talar hann við Títlu og segir, Títla mín, það er ekki hæðin, það er ekki risið á bænum sem öllu skiptir. Eins og hann hefði hann að grunað að þetta er ekki nógu gott hjá hann. Sá maður sem að dregur fram sína kindur, hann hefur dregið fram sína kindur og hann er kóngur. Sá sem að dregur fram sína kindur býr í höll. Og þarna byrja bókin, þessi hugmynd það, ef þú bara gerir það sem þú átt að gera, þú bara borgar skuldirnar þínar, valdinu sem fyrir ofan þig, þá áttu hlutdeild í valdinu. Þá ertu kóngur. Ef þú dílar við valdið og stendur og gerir þitt gagnvart valdinu, þá ertu með í leiknum. Og svo var það náttúrulega þannig að það var rosalega hrifinn af sóknarprestinum í sveitinni. Ekki út af neinu sem hann sagði. Heldur vegna hrútakynsins sem að séra Guðmundur, hann átti svo gott hrútakyn og hann var svo óskaplega hrifinn af séra Guðmundi. En hins vegar kveðskap matan einskis nema hann væri vel rímaður og þess vegna fyrirleit hann faðir voruð fullkomlega og gat aldrei lotið höfðið við faðir vorunu því að þetta var ekki rímaður kveðskapur og hún var alveg sama hvert var inntækið, hann horfði alltaf á ytri þætti. Af því að þekkti náttúrulega heldur ekki sjálfan sig. Þekkti ekki sjálfan sig. Og vildi ekki þekki sjálfan sig innan. Og svo þegar, það var hans skaði. Og svo þegar og þetta er endalaus saga þetta, fyrra hjónabandið hans, Rósa, hann veit, og hún veit að hann veit, að hún veit, að hann veit, að barnið sem hún gengur með ekki hans, heldur hreppstjóra sonarins. En þau myndi aldrei tala um það, samt? Aldrei tala um það. Nei. Og það endar með því að þegar barnið fæðist, þá var hann sjálfsögðu skilvíslu upp á fjöllum og móðirinn deyr ein, eigandi barn án allra aðstóðar og hann kemur að henni, Ásta Sóllilja er fædd og móðir hennar fær enga aðstóð, hún deyr, en Lúsu hundstíkin hefur hringað sig utan þetta nýfædda líf og svo heldur lífsbaráttan áfram, hann tekur að sér þetta barn. Og þegar hann sagði Rausmýramaddu minni frá því að hún væri dáin og Rósa, þá var hann svo stoltur því að hún hafði dáið einsömmul. Með augun vot af tóbaki, sagði hann. Og hún dó einsömmul. Og svo elst þetta barn, við ætlum bara að ljúka þegar, og svo elst þetta barn upp í höndunum á honum, Ásta Sóllilja, og þetta litla líf sem þarna fæðist og er hans fósturbarn, hann misnotar þetta barn. Hann misnotar þetta barn. Og lesandinn lifir það út í gegnum alla bókina að Ásta Sóllilja er kynferðislegt viðfang fósturföðuris og svo þegar hann fer í verið að gera eitthvað, ná ykkur peninga, þá sendir hann mannin á heimili sem átti að vera einhver farandkennari og hann misnotar að sjálfsögðu barnið skilvíslega og hún verður barnshafandi 14 ára eða eitthvað. Og þegar hún svo er orðin barnshafandi, þá stendur þá kóran á þetta verk, þar sem hann stendur fyrir framan barnið, þau eru stöttatnið þessum afdal, hann veit að hún er ekki hans hold og blóð, það hefur aldrei verið rætt, hann slær hann á löðrungi og segir farðu og eldu þín hórbörn í húsum þess fólk sem þér er skildara og rekur hann burt úr dalnum að því hann er fullur á skömm og yfirfærir þannig sína skömm varanlega yfir á fósturbarnið sitt og rekur hann burt úr dalnum og gerir í öfgafullri mynd það sem ég og þú gerum í vondum samskiptum þegar við tökum skömmina og skítin og okkar eigin sálarlífi, vitum ekki hvað í ósköpum við eigum að gera við allar vondu tilfinningarnar og meiðum. Þess vegna er þetta svo merkilegt bókmenntaverk og það eru þessi rammar sem ég er að nota til þess að útskýra okkar líf. Og það er náttúrulega bara skrítið þegar maður er búin að pæla í vanvirknis, búin að tileinka sér vanvirknis fræðin.
hvernig Halldór Fjölskyldufræðin. Laxness og fjölskyldufræðin og sálgæslufræðin, hvernig Halldór Laxness, honum tekst, honum auðnast að tikka í öll box fræðilega séð. Hvaðan kom þessi maður, sko? 1930 eitthvað. Sko. Þetta innsæi. Ja, talandi þetta hugtak skömmina, sem er eitt af þessu stóru hugtöku sem þú ert að fjalla í þessari bók, það hefur það náttúrulega verið hugtak sem að hefur verið mikið í umræðinni undanfarin ár. Fólk talar mikið skömm og náttúrulega þessi setning að skila skömminni og bara umræðan skömmina hefur verið mikil og margir tekið ljáð henni máls. En mér fannst eitt staður í bókinni útskýra rosalega mikið og vel af því að kannski hefur stundum verið svolítið grunn umræða þetta stóra og skaðræðishugtak, skömmina. Það eru margar persónur sem koma við sögu í þessari bók, það er ekki bara Bjartur í sumarhúsum og hans fólk, það er líka fólk úr nútímanum og ferfætlingar og þar á meðal fjölskylduhundurinn Stormur. Já. Og mér finnst hann hafa eiginlega náð að leiða eða draga fram þetta hugtak og útskýra það með þinni hjálp, hvað best. Þú ert að segja frá því hérna á einum stað, og þetta er sönn saga, þegar að fjölskyldan er í sumarfríi og Stormurhundur er þar með og hann verður náttúrulega mjög spenntur þegar hann sér lítið lamb einhvers staðar út á túni. Og þú segir frá því hérna, eftir að Stormur hafði áreitt lítið lamb og einn í göngu okkar og elta á hann í skurð, var hann skammaður höstuglega. Við athyrðin lá litla skinnið líkt og lamað af sneipu svo maður fann til með honum, en hann iðraðist einskis. Hundur iðrast ekki þó hann skammist sín. Iðrun er skapandi ástand ígrundaður sársauki, ekki lömun, heldur atbeini. Það mun takast að aga Storm þannig hafa verið góður og glaður hundur sem ekki hleypur í fé, en hann mun alltaf langa það og vilja það, þótt hann þori það ekki vegna afleiðingarna. Og svo segir hérna, það að hræða, og þannig ertu að tala svolítið inn í MeToo-byltinguna, það að hræða yfirgangssama karla frá því að ráðast á konur og börn og nota þau sem kynferðisviðfang getur virkað býsna vel. Þannig séð. Við getum haldið áfram að finna gerendur, draga þá fram og refsa þeim þannig að bæði þeir og aðrir verði lamaðar á skömm. Það virkar, þannig séð, en að því leyti sem við beitum bara skömmum breytist ekki raunverulegur viljinn eins. Skömm er lamandi vegna þess að hún er forskynsamleg líkt og ógeðið. Það er þetta með þessa lamandi skömm versus viljan til breytinga. Mér finnst þetta mjög góð útskýring á því hvers vegna skömm er, auðvitað verðum við að kunna að skammast okkar, það er mjög mikilvægt, allir verða að læra það, en hvers vegna síðan skömm er ekki líklegt fyrirbæri til þess að breyta nokkru til góðs í raun og veru. Þetta er nefnilega, ég held þetta og ég held að við erum og ég tek sem sagt, ástæða sér að tala þetta er það að þegar ég í bókinni búið með fyrstu kaflan og búin að útskýra rauninni frá fræðilegu sjónum allt sem ég vildi sagt hafa, ég er búin að taka þetta frá sjónarhóli sálgæslunnar, frá sjónarhóli sem prestur sem kann semst að greina texta og spyrja hvað er hérna í þessum texta og síðan sem siðfræðingur og spyrja hvað er verið að segja, hvað er siðfræðin og breiðum grundvöll að segja vanda nútíma samfélags og er að sameina þessar þrjár fræðilegu vittir til þess að spyrja spurningar af hverju ósköpunum erum við grimm og heimsk og þegar ég er búin að svara þessu þá segi við lesandann, jæja, nú skal ég taka hér bara eitt form fátæktar. Við erum búin að tala mörg form fátæktar, allt frá því að vanta bara mat og hafi ekki, bara veit ekki hvað maður er að borða á morgun eða hvernig, yfir í það að mannkyn er í vanvirkum samskiptum við vistkerfi heimsins og það er alltaf fölnandi fótunum á okkur. Við erum í vanvirkum samskiptum við sjálfa náttúruna. Og ég er líka búin að tala styrjaldur, útskýra stríð er ítrasta form fátæktar. Eitt form fátæktar er það sem í feminískum fræðum er kallað að vera rape-able, nauðgunarhæfur. Ég er ekki nauðgunarhæfur. Ég er húrandi hvítur kallmaður. Þú ert nauðgunarhæf. Þú ert kona.
Börn geta verið nauðgunarhæf, valdalitlir karlmenn geta verið nauðgunarhæfir. Í menningunni, þar sem að við lítum svo á að okkar verkefni sé nú fyrst og fremst að bara leysa máli með því að ráða yfir, með því að nota, og við erum hérna fyrst og fremst sem eigendur og hagsmunaaðilar í þessu ástandi sem ég í bókinni kalla sumarhúsa heilkennið. Og það er náttúrulega bara til hagræðingar til þess að skoða, já, býttu, hvernig er þetta undir þakjunni hjá honum Bjarti, sko, af hverju deyja öll þessi börn? Af hverju deyja konurnar hans? Af hverju þrífst ekkert undir húsinu, undir þaki hans? Jú, fyrir því eru margar ástæður, ég er að draga það fram. Það er hugmyndunum yfirráð, hugmyndunum einstaklingsbundna sök og ásakanir, hugmyndunum það að það hljóti alltaf einhver að fara halloka, það hljóti alltaf að vera til elíta. Og svo verði meirihlutin alltaf að fara halloka, hugmyndum það við séum fyrst og síðast að þú ert fyrst og síðast staklingur og verkefnið þitt er að vera bara best útgáfan af sjálfum þér. Og við upplifum okkur svo og við verðum svo kvíðin en síðan skömmumst okkar líka fyrir félagskapinn. Og þarna liggur sumarhúsaheilkennið og svo svo sem ég það við lesandi, segja, heyrðu, tölum eina birtingamynd fátækta, tölum það að vera nauðgunarhæfur og tölum MeToo-byltinguna. Og það er náttúrulega rosalega djarft að vera 60 kall og bara leyfa sér, heyrðu, í íslensku samfélagi, góðan daginn, ég ætla að tala MeToo-byltinguna. Og vel það, sem sagt, að stíga inn í það umræðefni og ég er að vísu búin að gera það lengi og bara fengið misjafna þakki fyrir það. En þú kallar þetta til fulltingis ýmsa fræðimenn þegar þú ert að fjalla þetta. Aldeilis. Og ég meina þetta hugtak er til áður, þú bjóst það ekki til að vera nauðgunarhæfur til. Já. Og ég bara, 2007 gaf ég út meistarritgerð mína sem fjallaði kynlífssiðfræði og ég er búin að vinna undir handleiðslu hennar Sólveigar Önnu Bóasdóttur, hún því miður ekki með okkur, hún bara veik heima, biður að heilsa. Og síðan þegar kemur á doktorsritgerðinni þá er ég að vinna með henni líka og síðan tek ég með mér, ég er búin að í bráðum 20 ár búin að pæla í feminískri fræðilegri orðræðu við hliðan á mjög mörgu öðru og ég voga mér að gera þetta. Og ég hafna því þegar sagt ekkert lega engin skoðun. Ég bara segi nei, sorry. Ég tek ekki þátt í því. Ég ætla víst að hafa skoðun en ég ætla að útskýra það. Og ég spyr, ég færi fram rök. Og það sem ég er að bera fram það. Ég er að segja, Guði sé lof. Mikið rosalega er ég fegin að fá bara að lifa það. Að tilheyra þjóðfélagi þar sem að reiði kvenna yfir eigin nauðgunarhæfni að fara í gegnum lífið sitt og vita, heyrðu, já, það má bara, það eru ykkur óskráðar reglur aðganga mínu líkama. Hvað er það? Eða barnanna minna, eða dætra minna. Og reiði kvenna er loksins orðin svo magna að það bara standa og fæta og segja, heyrðu, nei, þetta er orðið gott. Þetta er orðið gott. Vá, hvað er fegin að vera með? Mikið er þetta stórkostlegt. Og við snúum ekki tilbaka. Við snúum ekki tilbaka. En það sem við verðum að gera, elsku fólk, það sem við verðum að gera, er það, við verðum að finna út úr því hvernig ætlum við að leyfa trúnaði sem hefur verið rofinn í verki að vera endurunnin í verki. Trúnaði sem einu sinni er rofinn. Það þekkjum við öll bara úr hjónaböndum, úr vináttusamböndum og fjölskyldum. Þegar trúnaður hefur verið rofinn með einum öðrum hætti, með einhvers konar ofbeldi, einhvers konar markaleysi, rofinn í verki, ekkert að sárara, við erum spendýr hérna í hausnum, við fyrirgefum aldrei markaleysi, prímatinn fyrirgefur það ekki. Hvað á að gera? Jú, reynslan sýnir, sálgæslan veit, trúin veit, að það eru til leiðir og það felast alltaf í því, allur bati, líka þessi tegunda bata, er alltaf fólkin í því
að trúnaður sem hefur verið rofinn í verki endurreistur í verki, í erfiðisverki. Og enn sem komið skortir okkur þetta, við eigum eftir að svara því, og við erum að svara því, trúi ég, Íslands samfélag. Hvað ætlum að gera gagnvart þeim sem við álítum að hafi farið yfir mörk og jafnvel fram með alvarlegt ofbeldi? Hvað ætlum að gera? Við erum öll að anda okkur saman á loftinu, sko. Við erum öll hérna. Finnum við út úr því saman. Segjum aldrei að fyrirgefningin sé í því fólkin að segja eitthvað hafi verið lagi sem var ekki lagi. Finnum leiðirna til þess að skapa samfélag þar sem kynferðislegt öryggi, þar sem kynferðisleg heilsa, þar sem kynfrelsi. Og svo erum við hér öll. Þá dugir ekki að skamma einvörðungu. Vegna þess að skömm, og þar hef ég fyrir mér merkan fræðimann, Mörtu Nussbaum, sem að sýnir fram á margir fleiri sem að benda á það, þetta fyrirbæri, skömm, skítur hún skömmin í sállífinu okkar. Þetta eru skynsamlegar tilfinningar, þær ekki í framheilanum, þær eru í heilamöndlunni. Við getum ekki hreinsa, það ekki hægt að hreinsa skít með skít. Það ekki hægt að hreinsa skömm með skömm. Það hægt að skamma hund, hann læra að haga sér og glaður hundur, en mennskan krefst meira. Þessi bók fjallar batan frá tilgangsleysi, batan frá hugarfarinu sem gerir það að verkum að það virðist vera þannig í fótspor homo sapiens sé bara eilífur skaði. Allt frá persónulegum samskiptum yfir í vistkerfisvanda. Hvað að það fjallar bókin? Þetta verður ekki skammað í burtu, þetta verður bara huggað í burtu. Kæru vinir, tíminn kominn. Já, við ætlum að njóta hérna tónlistar í framhaldinu, en ég ætla líka að segja við þið, þetta náttúrulega samt heilmikil sálgæsla og þetta erfið mál, en sálgæsla felst líka í því og fyrst og fremst í því að kafa ofan í erfið mál og þora að skoða þau og tala þau, og svo talar við líka Jesú í þessari bók og upprisuna í hans bara kærleika, þú veist, og þú ert að tala það líka hérna. Bara þannig að það komi fram allan tíman. Lausnina, sko. Já, það er bara það mikilvægt að það komi fram. En ætlum við ekki að fá að hlusta á fallega tónlist? Bara vekja athygli á því, á sunnudagskvöldið næsta, þá verður í Neskirkju kynning á bókinni ásamt fleirum, og þriðjudagskvöldið 28. nóvember næstkomandi, þá verð ég í Laugarneskirkju með svona bara fyrirlestu, þar sem ég tek almennilega á bókinu og útskýri fyrir fólki svona í lengra máli, þeir sem að bara hafa eyru til að nenna því. En hjartans þakkir, nú kemur Gissur Páll Gissurarson og Árni Heiðar Karlsson og syngja fyrir okkur og gleðja. Takk fyrir að við erum hér. Jæja, góða og blessaða kvöldi. Það er gaman að sjá ykkur öll hér. Það er best að ég taki það strax fram að hann Árni Heiðar er frændi minn, en það er Bjarni líka. Þannig að ég hef mjög gaman af því að gera þrennt í lífinu. Það er ekkert endilega í þessari röð, en það er að borða, það er að tala og það er að syngja. Maturinn er frammi, það er ákveðin hvati, þannig ég ætla ekkert að segja mikið. Það er bara frábært að fá að vera hér og ég við ætlum eiginlega að syngja núna lög sem að Árni Heiðar valdi til að flytja hér. Er það ekki, Árni? Við erum mjög sammála við Árni allt, sko. En ég veist einhvern veginn svona, þetta er auðvitað stór áfangi fyrir þig, Bjarni. Bæði afmælið og bókin og lífið bara, eins og það er. Þannig að mér finnst vel við hæfi að við drögum fram eina fallegustu vögguvísu Íslandssögunnar. Ætlum við ekki að byrja á henni? Já. Og að því að öll lög eiga sér sinn stað í flokkunarkerfinu. Það er blóma, eða svona flóran, það er rósin og liljan og allt það, tóttar í. Glemm mér ein og eitthvað, já.
Svo er það vögguvísur auðvitað og það eru kvöldlokkur og allskyns dótari. En við ætlum að byrja á vögguvísunni og hún var flutt á mínu heimili nánast á hverju kvöldi þangað til að okkur var eiginlega bent á að hætta því út af heilsufarsástæðum þegar börnin voru bara farin að sofa með hjálp lyfja. En jæja, við yrðum ekki. Ég ætla að reyna að syngja þessi af vögguvísu. Gjörðu svo vel. Ég skal bara færa mig upp hérna. Svona. Dætur mínar eru mjög svona hallar undir svona ljóðræn orð, svoleiðis. Ekki að endilega hengja sig í rými og það allt saman, en sem sagt að blunda á rósum og svo heitir yngri dóttir mín Hulda, þannig að það er talað huldumál, þær tengdu mjög við þetta. Þannig að þetta mátti ég syngja fyrir þær í, allmörg skipti. En nóg það. Nú ætlum við að vinda Kvæði okkur í kross. Við erum með annað lag sem kemur sem sagt sunnan frá Ítalíu, nánar tiltekið svona cirka í kringum Napólíflóa. Og það er einmitt úr öðrum flokki sem er þá flokkur kvöldlokku. Kvöldlokka eða serenada eins og það hérna á útlensku er eiginlega fyrirbæri sem á rætur sínar að rekja til gamla tímans, eldgamla tímans. Miklu lengur eða það er enginn sem hefur, ekki margir allavega hér inni, sem hafa upplifað það sem sagt að í gamla daga þá var náttúrulega ekki sími, það var ekki rafmagn og það var ekki internet og allt þetta dótari sem við höfum í dag. Þannig að ungir menn máttu ganga með grasið í skónum á eftir heitmeyjum sínum og svona til að kannski undirstrika ást sína og jafnvel sína
eiginleika eða hæfileika, þá laumuðust þessir ungu menn út á kvöldin í sínu fínasta pússi, kannski hvítum háleistum og svona flauelspuffbuxum og með svolítið af svona, hvað heitir þetta, svona blúndu já, svolítið glæsilegir og stóðu kannski í bakgarði húsástmeyjar sinnar, hentu steinvölu í glugga og léku kannski á lútu og sungu með. Efnameiri menn voru kannski með einhverja sér til fulltingis og við Árni förum með píanó. Þannig að en allavega, í þessu lagi, sem akkurat svona kvöldloka, þá ungi maðurinn kominn og hann hendir steini í glugga og syngur og sem sagt, lagið heitir Música Prohibita sem þýðir forboðna tónlistin og það vegna þess að í þessu lagi kemur fyrir ein mikilvægasta persóna í ljóðmælgi Ítala og í raun og veru í daglegu lífi líka. Sú persóna sem sagt mamman, hún kemur fyrir í þessu og þeir sem hafa lesið blöðin sá kannski fyrir 4 vikum eða 3 og þá var þarna einhver málsókn, það var svona móðir sem fór í mál við unga syni sína á 60-aldri til þess að fá það út úr húsi, sem sagt. Mjög eðlilegt allt saman. En nema hvað, mamman stoppar þetta partí og ég segi fyrir mína parta, svona miðað við hvernig rísið í laginu, að hann mátti alveg búast við því að það myndi allir heyra þetta. Þetta heyrist svona 2, 3, 4 póstnúmer, sko. En já, í dag auðvitað minna þetta, þannig að það ekki mikið að sé verið að kalla í okkur Árna að syngja svona á kvöldin og að því nú notar fólk bara internetið og við höfum náttúrulega fylgst með þessu, við Árni erum mjög svona tæknivættir og hann til dæmis með iPad fyrir alla nóturnar sínar og öll þessi forrit, þarna Facebook og Instagram og þið búin að eyða Tinder eða? Já, ekki Tinder. En sérst núna í dag það bara þannig að það engin svalasöngur og ekkert svoleiðis, það bara að fara á netið. Það fólk kynnist á internetinu og svo stofnar það til sambands, jafnvel hjónabands og svo þetta kannski bara, já, mögulega skilnaður. En það eina sem okkur vantar og á bílaleiðinni, það fyrsti netgetnaðurinn. Ég bind mikla vonir við að hann verði mjög fljótlega og þá búið að bara loka hringnum. En Música Prohibita, gjörðu þess vel og við þökkum fyrir okkur.
allur upplæsturinn og takk fyrir að spurningarna Hildur